sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég sagði ykkur áðan þá erum við núna að fara yfir í rallið og já, flest allir vilja meina að það sé komið haust en það nú ekki þannig hjá rally áhugamönnum en framöndan vorrallið hjá þeim og á línuna komið Þórður Bragason, komdu blessa á sæll eða ekki? Já, komdu blessaður og næstum því gleðilegt sumar. Já, það bara næstum því gleðilegt sumar hjá ykkur rally áhugamönnum. Já, það má segja það. Vorinu var lítilega fresta þar sem það áttu nú að vera vorrall hérna á Snæfellsnesinu en eins og gengur að gerast á Snæfellsnesi þá var náttúrulega allt kol og ófært þar og þegar skiltin voru ekki farin að kíkja upp á snjónum og þá var ákveðið að fresta vorrallinu fram á það sem að heitir á dagatalinu haustend, þetta er samt vor. Já, nákvæmlega. Og já, þetta er, jafnframt er það ekki síðasta móti núna í sumar? Jú, rétt síðasta keppnin í ár og nú ráðast hverjir verða meistarar og þannig svona, það er svolítið keppni, menn þurfa ýmist að halda haus, já, getum eiginlega sagt það, þeir sem að eru hvað vænlega, þeir þurfa eiginlega bara að halda haus, það er þeir nafnar, Baldur Haralds og Baldur Hlöðverk á sýrkorum bílum í sýrkorum flokknum, sko. Svo já, ég sé nú ekki alveg hvernig hlutirnir geta farið í jeppaflokknum en þar er Anna-María Sigvarðsdóttir held ég mjög vænleg sem aðstoðarökumaður Íslandsmeistara en það er öll óljóst hver er líklegur til þess að verða meistari ökumanna. Og já, það er, eins og þú komst inn á áðan, þá er keppnin virkilega jöfn á milli þessa einstaklinga? Hún er þannig fyrir jöfn að það eru margir sem möguleika. Það er talsvert mörg stig á milli og ef við tökum til dæmis meistarann yfir heildina að þá í rauninu þurfa þeir Baldur og Aðalsteinn ekkert að gera annað en að klára þessa keppni. En að klára þessa keppni sko, þeir eru nú þekktir fyrir það að klára allar keppnir, alveg þangað til í síðustu keppni. Ég veit ekki hvað það voru margir stigir keppna sem þeir voru ekki búin að keppa á þess að þessu keppni. En einhver tíma byrjar sagan, vandræðarsagan og hún byrjaði síðast og ég veit ekki hvort hún sé búin, það veit enginn, við komumst á laugardaginn. Já, og já, þeir sem þekkja hann rétt að þá er hann ekkert endilega að fara að keyra rólega þó hann þurfi bara að skilja sig í mark. Nei, það er heldur ekki sérlega vænlegt að keyra rólega í rally. Ég man nú sérstaklega eftir einum finnskum ökumanni sem kom hérna 1992, Sako Víríma. Hann var komin, þetta var í alþjóðaralli og hann var komin með yfirgnæfandi forystu í upphafi þriðja dags þegar aðra keppendur hefðu verið að tínast út og ég held að það verið komið 15 mínútur í forskot á annarsæti. Þá ákvaðin að fara að slá af og eftir leiðir þá steinhæstandi í hans að hann hefði aldrei liðið jafn illa og verið aldrei jafn orkun. Við það að keyra út eða að gera mistök. Því það sem að gerist þegar þú lærð af og það slokknar þetta á einbeitingunni og einbeitingin, það er náttúrulega eins og við þekkjum bara úr umferðinni að ef þú kveitir einbeitinguna og ferð í tíman eða eitthvað, þá er voðinn í. En já, það er náttúrulega, það er ekki langt síðan að síðasta keppni fór fram svo kallað haustrallið og já, það var ekki bara rallið sjálft sem vakti athygli heldur var að vera að halda upp á afmæli eða ekki rallsins? Mikið rétt, við erum búin að vera að í 40 ár 40. keppnisárið okkar og það er náttúrulega mjög stolt af sögun okkar. Og það væntanlega vera, já, svona þegar maður skoða myndir af þessu þá er orðið ansi breytti bílar daginn í dag. Það er margt breytt. Í upphafi þegar menn voru að byrja að keppa þá þekkstust ekki hluti svona öryggisatriði eins og veltibúr, hjálmar og fjögurra kassa á 5 eða 6 punkta belti, slökkvikerfi eða eitthvað. Þetta bara þekkstist ekki. Það er að segja í upphafi vega þegar það var að byrja að keppa að þá var ekki búið að breyta umferðarlögum í takt við keppnina þannig að keppendur máttu ekki vera fljótari en eitthvað ákveðið. Þeir þurftu alltaf að stoppa áður en þeir keyrðu ekki tímastöðuna til að fara ekki yfir hámarks meðalhraða. Það var mjög sérstakt og ég var einmitt að hlusta á Ómar Ragnarsson þegar hann var að lýsa þessum fyrstu keppnum. Manni fannst þetta svo sérlegt að þetta gat eiginlega bara ekki hafa gert í þessu sólkerfi sko. Þetta er ekkert skilt rallikeppni sem að vera að gera þetta uppfæði. Þetta er svona undanfari sem við erum að gera í dag. Já, nákvæmlega. En hvernig er svona vegurinn sem þið eru að fara að taka núna? Er hann stór og mikill? Já, það er ein leið, aðalleiðin í þessari keppni, kerið tígang, Skjaldbreiðarvegur. Þetta er leið sem að, já, þetta er nýleið. Við kerðum hana í síðasta rally og það er í fyrsta sinn í einhver áratíu sem að þessi leið er kerð. Og hún tók sinn toll þessi leið. Hún er 40 og 1 eða 2 kílómetrar og mjög einsleið. Þannig að þetta er svona aðstoðar ökumann að leiða því leitinu til
að góður aðstoðarökumaður sem að hangir vel inn í nótnalestrinum, að hann getur gert kraftaverk fyrir þá áhöfn. En það má eiginlega ekkert út að bera að þá mikill voðu vís með nóturnar og ég fekk mig sjálfur að kenna á því að nóturnar sem að við sækjum skrifuðum, ég var að keppa síðast sko, að þar eru okkur á lítilsáttar mistök og þegar ég kem yfir eina hæðina sem að var skrifuð bara væg vinstri, að þá lengist þar bara kröpp hægri beygju og við fórum bara út í máu og endum á klefti með stórskemmdan bíl og úr keppni. Og það eru svona hættur sem að blasa við og það er mjög erfitt að vera ískaldur og keyra þessa leið, það var að segja fulla ferð, flatt á. Reynir mjög mikið á bæði skynsemina, en ekki síður útkaldi, því að það eins og það mátt ekki að reyna, það er erfitt að keyra þessa löngu leiðir, það reyna bara á mjög líkamlega. Bara það eitt að halda einbeitingu svona lengi, það tekur alveg rosalega miklu orku. En að sitja í rallybíl ekki bara að sitja í rallybíl. Þetta bæði mikill aðgangur með hendurnar og ekki síður með fæturnar. Þetta danslaus ökumaðurinn dansandi alla leiðina. Þannig að menn þurfa náttúrulega eins og hefur komið inn á áður að rally þá þarftu að hafa góða einbeitingu allan tíman. Já, rally hefur oft verið kennt við það að vera keppni í einbeitingu. Það ein hliðin að rallykeppni, það að geta haldið einbeitingu, geta búið til einbeitingu áður en það leggur að staðina leiðina, ekki vera að byggja upp á 55 kilometranum, heldur að vera að koma með henni í gang, bara leið og leggur að stað og haldinni. Það svolítið meira en að segja það og ef við lítum til dæmis bara umferðina þá veitum við að þorri þegar umferðaróhapp sem verður bara vegna gott á einbeitingu. En það væntanlega þannig að næstu helgi að þá geta menn eða ekki komið og fyrst með þessu og menn taka bara eða ekki bara svona sumar fötin á þetta? Jú, ég mæli með að menn taki nú stuttarmabóluna með, jafnvel eitthvað að slá yfir og svoleiðis. En ég var nú búinn að panta príðisgott veður fyrir þetta rall, af því að þetta heitir vorrall og þá var eiginlega ekkert annað viðeigandi en að formaðurinn pantaði sól og sumaril. Ég gerði og sendi fax á veðurguðina, en það ekki fengið svar við því ennþá en ég reikna bara með góðu veðri. Það langbest að keyra bara, upp á Þingvöllum og bara það upp í Bólabós og áfram eins og þetta upp Tröllhálsinn og upp á gatnamótunum, þar sem það veikt til vinstri niður í Uxarhyggi, eða keyra öll heldur kílómetrar þar áfram inn Kaldadalinn. Bílarnir koma þar út af Skjaldbreiðarveginum sko, þetta kílómetrar frá þessum gatnamótum Tröllháls og Uxarhyggi. Þessi staður eiginlega svona miðjan á rallinu. Bílarnir koma keyrandi þangað og takast upp gera þar og gera síðan upp Kaldadalinn upp að vörðu og koma tilbaka aftur, þá langt við gera hér og gera síðan Skjaldbreiðarveginn tilbaka. Þannig að þetta nú eiginlega sá staður sem vænlegast að vera til þess að fylgjast með rallinu og horfa á. Það fara þá þarna hjá til Kaldadalinn þar? Já. Upp á Kaldadalinn. Það var sem sagt bara keyrt á Þingvelli og keyrt til, norður þegar maður kemur að þjónustumiðstöðinni. Áleiðis inn í Bólabós, þetta nú alltaf mest eitthvað Kaldidalur, Uxarhyggi og eitthvað svoleiðis. Og þetta eiginlega bara mjög góður vegur alla leið. Þú getur alveg leikandi keyrt á Yaris þarna eftir sko. Og eiga menn ekki að fara að nota þessa Yarisa bara í rallinu? Það eitt að keyra Yaris þarna eftir, annað væri nú að fara að ralla á hana Skjaldbreiðarveg. Það væri svolítið hægt, en bói, ég myndi nú allavega aðeins styrkja blessaðan bílinn. Já. Nákvæmlega. En Yaris eflaust ekki slæmur rallybíl, það annar mál. En hvernig það núna, fer þessi umferð fram nú næstu helgi og með dagskrána svona fyrir þá áhugasama hvenær þeir eiga að mæta og svona? Það langbest að fylgjast með upplýsingum inn á bikr.is. Það tímamastur og ef mann rétt að þá ræst inn á fyrstu leið klukkan 10. Þannig að þeir sem ætla að koma eitthvað inn á leiðinu eða þar að segja inn á Skjaldbreiðarleiðina þá að vera komin það mjög snemma sko síðan. Samkvæmt bókinni þá lokar vegurinn 7:30. Ég reikna með að því verði fyllt svona nokkuð ákveðið en það ekki búið að gefa það út endalega hvort að það verði 7:30 eða 8 sem að veginn verði lokað. En ég myndi ekki vera seinna á ferðinni en 8 ef menn ætla að komast inn á leiðina sko. Alls ekki seinna en 8. En eins og ég sagði áður, þá vænlegasti staðurinn að það að vera þarna við gatnamótin
því að þá var bæði hægt að fylgjast með bílunum koma út á Skjaldbreiðarveginn og sömuleiðis að hægt að fylgjast með þeim keyra upp Kaldadalinn og koma þar til baka. Og það er bara göngufæri, eitthvað 150 metrar sem maður þarf að labba. Já, en já, er ykkur hérna svona, þú hefur ekki áhyggjur af neinum keppanda að hann skilir sér ekki mark núna þessa keppni? Ég hafði engar áhyggjur af sjálfum mér í síðustu keppni og hef ekki neinar áhyggjur af einu núna. En vitandi veit að þá á ég nú ekki von á að allir skilir fyrir mark. Þetta er það erfið og krefjandi leið. Og því að má náttúrulega minnast á síðustu sérleiðina, sem nú reyndar svona svolítið utan keppni, en það sem sagt verðlauna afhendingin. Það fer fram á skemmtisvæðinum Sport í Kópavoginum kvöldið. Það er svona, við kallum þetta nú alltaf síðustu sérleiðina við rallara sko, og það hefur nú brunnið við að það, menn hafi ekki allir skilað sér af henni sko. En það hefur nú gjarnan verið mjög fjörugt teiti, þar sem að rallarar koma saman og fagna sínum rallikeppni og ég er fólk bara eindreið til þess að mæta á Sportum kvöldið. Það verður byrjað þarna fyrir 10. Já, Þórður Bragason hjá BIKR, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, hvetjum allar til að kíkja þarna inn á BIKR upp á að sjá, kynna sér nánar dagskrána. Endilega fylgjast með okkur og koma og kíkja á þetta. Þetta hefur aldrei þótt leiðinlegt. Nákvæmlega. Bestu þakkir og gangi ykkur vel. Takk að þér. Blessaður. Já, það verður að sjálfsögðu bara náttúrulega vor þarna, enda kallast þetta vorrallið. En við ætlum að fara núna næst í taekwondo og svo ætlum við að heyra aðeins í Gunnari Borþórsdý að það er búið að ráða nýja þjálfara í Selfoss kvenna. En helgina var haldið Íslandsmóti í taekwondo í formi og það var keppt í, og það var náttúrulega, já, maður mótsins, það var Ástrós Brynjarsdóttir úr Keflavík og við ætlum að heyra í henni hér á eftir smá stund. Money shit, money shit, money shit, money shit, money